Já, við stöndum bara upp og þetta á að vera í lagi. Já, þetta sé, þú veist, bara svo kom. Þú bara opnaðu það bara. Á ég að standa við hliðina þér eða ertu ekki vel stutt að tölu? Já, ég er það mjög mjög. Ég hérna, já, ég verður örugglega vera hérna á búttinu. Að því deiliskipin ekki íbúana sjálfa, íbúðina. Já. Þetta samt svona smá orðalig. Já. Deiliskipin undan þá. Ágætu gestir og þið sem heima sittið, við erum hér komin á kynningafund á nýju hverfi austan Víðihlíðar eða sem nær upp að Hesthúsabrekkunni sem svo kölluð og hjá mér hún Jóhanna frá Eflu sem ætlar svona að fara yfir skipulagið og einnig eru það hér frá Eflu María og Berglind sem að svara þeim spurningum og Jóhannu til hals og traust svör ef að hún rekur í strand. En ég ætla að gefa þér bara orðið Jóhanna. Eftir ég búin að biðja íbúana að við erum að leita í raun og veru að nafni á hverfið. Hugmyndir skipulagsnefndar hafi verið svo að finna nýtt nafn á þetta hverfi, að hafa það ekki hópskverfi. Kemur aldrei greina en við ætlum að varpa því út til íbúana að koma með hugmyndir til skipulagsnefndar nafn á hverfið og svo nafn á götur. Og þeir sem eru frjóir í hugsun endilega koma með tillögur til skipulagsnefndar geta senda það á atligeir@grindavík.is. Þannig fyrir það er 20. september. En að því sögðu, Jóhanna, gjör svo vel, fara yfir skipulagið. Já, takk fyrir og komið sæl. Jóhanna heiti ég og starfa hjá Eflu verkfræðistofu sem skipulagsfræðingur og arkitekt. Og við ætlum aðeins að fara með ykkur yfir hérna þessa tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúabyggð norðan Hópsbrautar.
Fyrst ætla ég aðeins að varpa hérna upp glæru og mynd úr aðalskipulagi Grindavíkur, en skipulagssvæði afmarkað þarna með rauðri brotalínu og það tæplega 30 hektarar stærð allt í allt og það eru 25,5 hektarar íbúðasvæði og svo cirka tæplega 5 hektarar á grænusvæði. Í aðalskipulaginu talaði að það sé þörf á skipulagstímabilinu eða til ársins 2032 fyrir það bil 300 til 660 íbúðir. Þá stefnt á því að það sé fjölbreytt framboð húsnæðis fyrir alla aldurshópa. Í aðalskipulaginu einnig talað að þetta svæði sé óbyggt svæði, gert ráð fyrir að þar rísi fjölbýlishús, parhús, raðhús og einbýlishús. Það sett hámarkshæð fyrir fjölbýlishúsin 15 metrar og svo frekari skilmálum þá vísað í þessa deiliskipulagsgerð. Markmiðið með gerð deiliskipulagsins að mæta vaxandi íbúðaþörf til samræmis við áætlanir. Það að bjóða upp á fjölbreytt úrval íbúðar sem kemur til móts við ólíkar þarfir íbúa, að stuðla að sjálfbæru og umhverfisvænu skipulagi, að það sé áhersla á heildstætt yfirbragð í sátt við umhverfi og samfélag, að þarna sé þétt uppbrotin byggð sem nýtir landkosti og aðlaga sig að landslagi, að skapa skjólsæld dvalarsvæði og að það sé öruggar samgöngur fyrir fjölbreytta ferðamáta. Við sjáum hérna svona skýringamynd yfir staðhætti, en ríkjandi vindáttir á svæðinu eru sem sé norðan- og austanáttir. Það víðsýnt frá efri hlutanum á skipulagssvæðinu en efri hluti svæðisins hækkar töluvert til norðurs. Þá skjólsælt undan ríkjandi norðan- og austanátt til móts við suður- og suðvestur sól og á svæðinu eru engar þekktar minjar eins og Hérna sjáum við svo loftmynd sem sýnir okkur skipulagssvæði. Hún reyndar aðeins komin til ára sinna þannig að það hefur risið örlítið meiri byggð þarna á svæðinu. En svæðið óbyggt en innan þess svæðis í dag geymslusvæði fyrir hérna gáma og einhver hluti. Gatnakerfið, þessi tegundir gatna, hverfið sem tengist ytra gatnakerfi á 4 stöðum og það hópsbraut við Hringtorg og svo kemur ný tenging hérna, aðeins sunnar á hópsbrautinni sem við sjáum þarna. Síðan fyrirhugað að tengja hverfið við Austurveg með nýju Hringtorgi sem við sjáum hérna neðst á myndinni og síðan einnig fyrirhugað að búa til tengingu við nýtt hverfi sem þá svona norðan við núverandi byggð sem þarna efst á myndinni. Innan hverfisins almennt gert ráð fyrir 30 km hraða og 50 km hraða á svona stærri götum og utan við. Stígakerfið, það tengingar bæði innan hverfisins og frá hverfinu við ytra umhverfi þess, en það gert ráð fyrir stígum í grænum geirum sem tengjast ytra stígakerfi og nærliggjandi opnum svæðum. Í aðalgötum þá gert ráð fyrir göngustígum beggja vegna gatna og í húsagötum öðrum megin. Þá gert ráð fyrir þar sem við sýnum grænu punktarnir að það séu uppbakkaðar gönguþveranir og gulu punktarnir 3 sýna okkur svo leik- og dvalarsvæði, 2 þeirra eru við græna geira og síðan leiksvæði og boltavöllur við leikskólan sem hérna fyrir miðri myndinni. Í safngötum og aðalgötum þá við sett upp svona kennisnið en við lítum einnig á götumyndina sem hluti af almenningsrými og þar eru gangstéttir eins og við sjáum beggja vegna. Samsíða bílastæði gert ráð fyrir í bæjarlandi á völdum stöðum og götulýsing beggja vegna og gróður meðfram götum í aðalgötum. Í húsagötum þá eru göturnar örlítið þrengri. Það gert ráð fyrir samsíða bílastæðum öðrum megin og gangstéttum öðrum megin og götulýsingu. Hérna sjáum við svo skýringar uppdrátt deiliskipulagsins og sem sýnir okkur byggðina og þessar tengingarnar við. Ég ætla að hoppa hérna strax yfir í bara svona rýmismynd sem sýnir okkur hvernig byggðin fyrirhugð á svæðinu og við sjáum hérna leikskólan hérna leikskólan hérna á stóru lóðinni fyrir miðri myndinni og svo græna svæði þar fyrir neðan boltavöllur. Byggðin sem hérna neðst í horninu, það sem einbýlishúsabyggð sem kemur svona í framhaldi af núverandi byggð og síðan geisla göturnar sig svona hérna í takt við göturnar eins og þær eru í dag í Víkurhópi og þar við hliðina og síðan tekur götun hérna aðalgatan svona klifra sig hérna upp hæðina og þá fáum við aðeins svona öðruvísi brotnar upp formið á hérna götunum. Hérna sjáum við svo skýringamynd af húsagerðunum og fjölda íbúða. En hérna neðst hérna gráu
gráu húsin hérna eru sem sé einbýlishús og það eru aftur 4 einbýlishús hérna líka neðar á myndinni. Og síðan upp á hæðinni, hérna dökkgráu flákarnir, það eru líka einbýlishús sem eru þá á 1 til 2 hæðum þar sem að það er hérna, íbúðina eða þessi húsin laga sig að landinu og hvernig það fellur. Síðan er gert ráð fyrir parhúsum og þau eru svona gul á lit. Í heildina er þetta sem sé 22 parhús og það bil 200 fermetrar á stærð og með bílskúr. Einbýlishúsin er gert ráð fyrir bílskúr. Það eru raðhús á 1 hæð sem eru þessi ljósbláu hérna neðst í vinstra horninu. Þetta eru 2 raðhúsalengjur og þarna þá gert ráð fyrir litlum íbúðum eða sem sé á bilinu 80 til 100 fermetrar og þau verður þá án bílskúrs og með stæði á lóð. Síðan er gert brúnu, þá sjáum við hérna 21 íbúð í svona raðhúsi á 1 hæð sem eru brúnuflákarnir og síðan er gert ráð fyrir líka raðhúsum á 2 hæðum þar sem að vera hægt að hafa efri hæðina indregna og hafa svona rými ofan á eða svona svo svalir eða útisvæði. Síðan eru fjölbýlishús og það eru bæði fjórbýli, það eru fjölbýlishús á 2 hæðum og svo fjölbýlishús á 2 til 3 hæðum sem eru hérna nyrst á svæðinu, efst upp á hæðinni. Og síðan sjáum við hérna neðst í horninu, hérna í hægra horninu niðri að það er gert ráð fyrir svona keðju eða fjölbýlishúsum sem að geta verið 2 til 4 hæðir. Í þessum keðju eða fjölbýlishúsum það eru einu staður þar sem er heimilt að vera með bílakjallara en það er þá valkvæmt fyrir byggingaraðila hvort það vilji skoða að hafa bílakjallara eða hvort að bílastæðum eru komið fyrir á lóð. Með þeim sveigjanleika sem að skipulagi býður upp á varðandi hæðir og annað slíkt að þá erum við að gera ráð fyrir að það geti verið að lágmarki 360 íbúðir á svæðinu en að hámarki rúmlega 400. Nú í deiliskipulaginu eru sett ákvæði eða skilmálar byggðina. Það eru bæði almenni skilmálar sem ná til þá bílastæða og bílakjallara en almennt er gert ráð fyrir 2 bílastæðum á sérbýli fyrir utan þessi litlu raðhúsin sem ég kom inn á áðan. Það er farið yfir frágang lóða, sorpgeymsla, trjágróður og girðingar og komið inn á hljóðvistamál og síðan eru sér ákvæði fyrir hverja húsagerð þar sem eru tekna fyrir þessu húsagerði sem ég fór yfir áðan og þá er talað hæðir og uppbrot og fleira og skýringamyndir svona þess til hliðsjónar. Rúmmyndin hérna sýnir okkur þar sem við erum að horfa hérna eiginlega frá gatnamótunum á Austurvegi og Hópsbroti yfir svæðið og við sjáum þarna aðeins hvernig byggðin svona hækkar upp brekkuna og efst á hæðinni er sem sé fjölbýlishúsin sem eru 2 til 3 hæðir og þar fyrir framan einbýlishúsin sem að greiða sig þarna niður. Hér sjáum við svo aðra yfirlitsmynd en síðan ætla ég bara að sýna ykkur smá vídeó sem sýnir hérna byggðina betur og opna fyrir spurningar í kjölfarið. Ég er eitthvað ít og hratt á það. Fer þetta ekki í... Eins og ég segi, byggðin er almennt lágreist, mestmegnis á 1 hæð en svo á 2 til 3 hæðum. Og við sjáum þarna núverandi byggð hérna við hliðina á og hvernig göturnar svona teikna sig áfram upp með sama hætti á flatlendinu. Það eru 2 aðkomur frá Hópsbrautinni. Hérna eru einbýlishús hérna neðst á svæðinu, svo koma hérna raðhús og parhús og svo 2 hæða fjórbýli fyrir aftan. Og einbýlishús og hérna fremst á brúninni og fjölbýlishús þar fyrir aftan. Göturnar svona stinga sér svona aðeins fram á brúnina til þess að nýta bæði útsýnið og hérna hæðina.
Þannig að það er svolítið landslagið sem teiknar upp hvar þar geta litlu botlangarnir fyrir einbýlishúsin geta stungið sér fram. Svo sjáum við hérna stígana líka í grænigeiranum og hvernig þeir svona fléttast í gegn og tengja byggðina bæði við útivistarsvæðin í kring og hérna við skólann og eins hverfisverslunina sem gert er ráð fyrir við hliðina á skólanum. Hérna fremst sjáum við hverfisverslunina og boltavellin við hliðina og leikskólan hérna með stóru lóðina. En það er gert ráð fyrir að þetta verði 6 deilda leikskóli. Það eru einbýlishús sem við sjáum hérna fremst. Það er aðkoma frá göngustíg inn á boltavellin eftir að leikskóla líkur. Þetta er pláss fyrir hverfisverslun eða einhvers konar hverfisþjónustu. Hérna fremst sjáum við svo litlu raðhúsin sem geta verið 80 til 100 fermetrar. Hérna er ekið eftir Austurvegi. Hérna erum við farin að sjá svona þessi keðjufjölbýlishús sem eru 2 til 3 hæðir. Þar sem að heimilt er að vera með bílakjallara undir ef þess er óskað. Já, þá er yfirferðinni lokið, þannig að ef það eru einhverjar spurningar, þá er ykkur velkomið að bera þær fram. Spyrja núna eða? Já. Hefur mjög að spyrja þér að annað svona hverfi, er aldrei hannað umferðar merkingar og þessu, síðan það er yngar uppbækkanir fyrir gangbröttum eða þessu hvernig hátt að svona? Já, við hérna á þessari mynd á svona, við leggjum til sko á deiliskipulagsuppreitun með einmitt hvað ætti að vera hérna einmitt göngu þveranir upphækkaðar. Og það eru merktar hérna á þessari skýringarmynd sem hérna með grænum punkti. Þannig við leggjum það upp en síðan kemur það bara samhliða gatnahönnuninni hvernig í rauninni það verður nákvæmlega útfært. Þetta er til að uppfæðunum Já. í samræmi við gönguleið innan hverfisins. Haukur. Og hér er önnur upptækkun. Það er búið að vera kvartað mikið hraða á Hofsbrautinni. Það er gert frá hreinu hringtorgi og hér er gert frá fyrir upptækkun líka því að það ætla má að þetta sé aðaleiði fyrir krakkana yfir Hofsbrautina og þessu hverfi í grunnskólanum. Þetta er inn með. Þú ert líka að fæli merki, eða ekki? Stöðumskyldu og deiliskyldu? Ég er bara almennt svona að hvernig er. Já. Það verður skilja eftir eins og við kemum í Hofsbrautinni sko. Það er bara hanna það að gatnakerfi er ekki út og það er bara verktakar að setja merkingar. Það kemur með gatnahönnun. Við skulum bara taka þessi aðdáðan til skoðunar. Hvernig við ákveðum með þau merki. Við erum að byggja nokkuð uppbyggt. Við erum náttúrulega með stoppbrautirnar. Já. Það með aðalbrauti. Já. Og þar koma náttúrulega bílskyldur eða stöðunarskyldur inn á þær götur. Það segir svona hún sjálf.
eina spurningin sem hefur komið til greina hvort það eigi að hafa hægrirétt eða ekki hægrirétt. Ég held það bara fækka það er voðalega nauðsynlegt að hafa hægrirétt sko bara upp á umferðarkennsluna sko á einhverjum stöðum en ég held það ætti að hafa ekki mikið, ekki fjölga en mikið. Það eru ekki margir sem bara þekkja þessar reglur fyrir miður. Það má alveg... Það má ekki með fjölda sko útlendinga. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Og það er kannski jafn gott að klára það í deiliskipulaginu. Já. Því þetta er raunverulega deiliskipulagsgerð, viðskiptu og stöðviðskiptumerki. Er ekki rétt? Það er yfirleitt ekkert deiliskipulagsstigi því þá erum við að horfa á svo stórt svæði en það er bara eftir því hvað hver vill gera, sko, hverju sinni en yfirleitt gerir þetta ekki á deiliskipulagsstigi heldur þegar það er farið í hönnunina á hverju sinni af því oft er það líka þannig að þú byggir ekki upp allt gatnakerfi í einu en þú gefur bara húta af því og þá þarftu kannski að vera með einhvern hluta því kannski 10 gatnamót á tímabili og svo allt í einu verður þetta x gatnamót þannig að þá þarftu að breyta þannig að þessuna og þá þurftur að fara í deiliskipulagsbreytingu og svoleiðis þannig að Flott rök, já, flott rök. Ég held að maður getum alveg séð sko reynsluna á hægrirétti við gatnamótana bláum. Maður býður bara til stór slysið þar. Það hljóta allir inni hafa lent í því að þeir voru að keyra Grindavíkurveginn, svo kemur bíll frá lórunum, keyrir í afrennina, byggt í vegferðir. Þeir átt að segja sérstaklega erlendir öruggmenn áttu ekkert á því að þeir séu óréttir. Síðan er önnur diskussjón sem við vorum lengi að spekulera var hlutast til skipting, einbýlishús, parhús, raðhús og það er alltaf erfitt að ákveða núna en svo koma verktakarnir og vilja byggja fjölbýlishús eða þríbýli í stað fyrir það sem við erum búin að áætla parhús eða öfugt og við höfum kannski ekki verið nógu hörði að halda bara við skipulagi, þetta eru bara lóðir sem eru útildar í þetta skipti svona og því sem verður ekki breytt, það má svona alveg segja það en náttúrulega einbýlishúsin eru hér og svo hérna upp á kantinum á fremkantinum. Það brúna eru fjölbýlishús, eða ekki? Brúna eru raðhús. Já, þessi appelsínu eru svona keðju fjölbýlishús sem eru 2 hæðir, þessi appelsínu gulu og svo þessi gulu eru 2 til 3 hæðir, það er svona heimild fyrir 3. Þetta er inn í hæðina og hér er möguleiki að gera bílakjallara eftir því að skipta. En af því að tala þá kemur einn spurning upp í hugan, það er breytt á íbúagötum. Við erum með þessi fólk í hverjum alltaf og við búum í Grindavíkur tiltölulega breiða götur. Ekki aðalgötuna, aðalgötun gegn hverfið er breiðari. Ég var bara að velta fyrir mér að sé bara hvernig það er í íbúagötunum í dag. Það er nánast hver einasti maður orðið með einhver ferðahýsi á sumrin. Og það náttúrulega keyrir maður í Reykjavík og sé 9 götuna hvernig þetta er allt þröngt sko. Og þetta er bara einhvern veginn hálfgerð kaos sko. Þegar maður keyrir í þessu 9 hverfum stundum að því að þetta er bara staðreyndin að fólk er með þessi ferðahýsi og þarf einhvers staðar að setja þau sko. Barlík, manstu hvað... Yfir þessa 3-4 mánuði skilur. Manstu hvað þau eru breiðar götuna hjá okkur? Það eru 3 hver akrein, það er einn á sniðinu. Hver akrein er 3, þetta er í botnlanga eða húsagötum. Það eru 3 metrar breitt hver akrein sem er alveg tiltölulega rúmt sko fyrir húsagötu. 325 Í aðalgötunni. Gatan er 6 metrar. Hún er 6 metrar pluss og samsíða bílastæði sko, sem er 2 metrar. Þannig að gatan með bílastæðum er 8 metrar, þannig að hún er góð. Það er breitt og það voru óskir frá nefndinni. Já. Ég vil ekki spyrja, hvað er lóðafrágang í deiliskipulagi? Lóðafrágang, hvernig verður það mest niður í skipulagi? Já, það eru svona almenna kvaðir lóðafrágang, bara það skuli ganga frá yfirborði og slíkt. Okay.
En það er ekkert mjög dýrtilega sko. Við Við vorum ræddum ekki- þetta aðeins sko. Já, við vorum ekki komið með fráganga bílastæði, þú veist að Ekki, Bara ganga frá lóðinu sinni, hvað hefur langan tíma, eða hvort það sé bara alveg skýrt í deiliskipulaginu, svo lendum við ekki í að þetta verður óklára lóður í 5 ár eða 10 ár. Og möguleikum allar þessum og ég bara hvort það er svo umræða hérna svo umræða sem þetta, hefur farið sko í gegnum nefndina ok? og það var ekki á þessu stíði ákveðið að negla það niður í deiliskipulagið sjálft en þetta er alveg valið sjónarmið því að margir ganga frá lóðinni strax en aðrir gera það aldrei. Þú átt að byggja 50 milljón króna eign, hvort þú klárar lóðina fyrir 2-3 milljónir viðbót og kannski ekkert frákvæmst aðeins. Fleiri spurningar á þessu stíði? Við tökum eitt fund þetta viðbót, tökum þessar athugasemdir sem koma hér inn og koma í gegnum netið og munum svo væntanlega skipulagsnefndin afgreiða deiliskipulagið til bæjarstjórnar á næsta fundi. Ég er ekki með spurningum, ég ætla bara að lýsa yfir ánægju með þetta skipulag. Þetta hafa hægt til hjá okkur. Það er mjög skemmtilega svona blöndu byggðin, tengingar með göngustígum mjög góðar. Og ég vil bara segja það, mér líst bara vel á þetta okkur. Takk fyrir það. já, takk fyrir það. Gaman að heyra. Var þetta margar götur Guðmundur bara upp á fyrir fólk sem var að koma með slíkum að nöfnum? Já, þetta er nokkuð margur götur. Það er líka alltaf spurning, við erum búin að vera að Við- ræða það sko, já. hvað skiptir maður götur? Hvað er gata? Er þessi gata hérna ekki öll í gegn? Eða er hún fyrir bóttur yfir sig? Sem er ekki, við höfum ekki ákvarðað, við þurfum að mjög góðu punktur, en það hefur ekki verið endanlega tekin ákvörðun það. Það þarf að gera það á svo fundi. Hversu margar götur er þetta? Gatan sem að liggur hérna upp á svæðið, getur það að vera ein og sama gatan og með þessum bottlöngum líka. Þannig að við höfum svo ekki talið að þannig. En má ég spyrja einu, hversu langt gengur þetta skipulag inn í núverandi skógræktarsvæði? Skógræktarsvæði sem er á skipulagi nær hérna inn í hverfið. Það er sem sagt þetta fyrir yfir það. Já. Það er samtal í gangi, við erum að hefja smá samtal í skógræktina núna að þeir fari þeirra fókus á skógræktarsvæði verði bara í kringum þorpum sem skóla á þetta og þeir Það er frá þessum kraga sem við vorum að Já, hann er orðinn fullur af plöntumeldi og ég held að þessar hugmyndir líka sér færslu á Suðurlandaveginum muni held ég endanlega gera út af við þessar plöntur sem voru settar niður en það kemur þá bara í ljós en núna verður bara fókusun á það útivistarsvæðis en það verður bara ekki áherslu að það búið að setja ekki fyrir 20 plöntur niður Sumt að því klárlega innan svæðisins. Það er bara skjól fyrir hverju. Og síðan í framhaldinu við gerum ráð fyrir tengingu hér inn á næsta hverfi. Hérna vestan við þetta. Því að það er vantað tengingu á milli hverfa. Og hér er tenging hérna upp við líka. Maður held ég að fólk hafi ekki alveg átt að sjá. Þetta tengingin út á Suðurlandaveig hérna, þetta er brekkum. Þetta Suðurlandavegur alltaf eftir því. Nei, hérna Nýr, uppi. já, þarna fyrir ofan, já, nýr Engin tenging þar inn á. Jú, það er ekki. Ég man ekki, var það ekki í það, sko. Það er hérna. Þingfólk hér. Og leið hérna niður á höfn. Já, þetta er svo hvað. Já. Það kemur raust á þetta. Já, þetta er svona, já.
Síðan náttúrulega hæðin hér og svo kemur hryggurinn fyrir ofan. Hvað þá verður gert það fyrir ofan þegar þúsundaverun verður færið þetta svo seinni tíma vandamál fyrir þá sem þá verða. Eitthvað að lokum? Og ef svo ekki þá vil ég þakka fyrir komuna og ítreka óskir okkar að þið komið með tillögu nafn á hverfið og tillögur götuheitin. Það er mjög gaman að fá frá íbúunum tillögur að nöfnum. Má ég spyrja svona í loki, hvenær byrjað að gagna sem þetta á? Á næsta ári. Já. Það fljótlega eftir að þetta núna erum að klára þá förum við og eigum smá pening í að byrja að hanna götur og eða fara langt með það. Þannig að ef ekki fleira þá þakka ykkur fyrir kærlega og vonumst eftir frjóum hugmyndum að götunöfnum.